Póstulasagan 9. kafli. En Sál blés enn ógnum og manndrápum gegn lærisveinum drottins. Gekk hann til æðsta pressins og beittist bréfa af honum til samkundana í Damaskus, að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem þá hann kynni að finna og væri þess vegar, hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á leið sinni kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, Herra? Þá var svarað: Ég er Jesú sem þú ofsækir, en statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðulausir. Þeir heyrðu að vísu raustina en sáu engan. Sál reis á fætur en þegar hann lauk upp augunum sá hann ekkert. Þeir leiddu hann við hönd sér inn í Damaskus. 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Í Damaskus var lærisveinn nokkur sem hét Ananías. Við hann sagði drottin í sín: Ananías. Hann svaraði: Hér er ég, drottin. Drottin sagði við hann: Far þegar í stræti þar sem kallað er hið beina og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus sem heitir Sál. Hann er að biðja og hann hefur í sín séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái sjón aftur. Ananías svaraði: Drottin, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum, hve mikið illt hann hefur gjört þínum heilögu í Jerúsalem, og hér fer hann með vald frá æðstu prestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Drottin sagði við hann: Far þú, því að þennan mann hef ég valið mér að verkværi til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels, og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti: Sál, bróðir, drottin hefur sendt mig, Jesús, sá birtist hér á leiðinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjalli af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrtist. Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að predika í samkunduhúsunum að Jesú væri sonur Guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sögðu: Er þetta ekki maðurinn sem í Jerúsalem hugðist eyða þeim ákölluð þetta nafn? Kom hann ekki hingað til að fara með þá í böndum til æðstu prestana? En Sál eldist æ meir og gjörði þá gyðinga sem bjuggu í Damaskus rökþrota hann sannaði að Jesú væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum réðu gyðingar með sér að taka hann af lífi, en Sál fékk vitneskju ráðagjörð þeirra. Þeir gættu borgarhliðana nótt og dag til að ná líf hans, en lærisveinarnir tóku hann nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann stíga ofan í körfu. Þá hann kom til Jerúsalem reyndi hann að samlega sig lærisveinunum, en þeir hræddust hann allir og trúðu ekki að hann væri lærisveinn. En Barnabas tók hann að sér, fór með hann til postulana og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð drottin á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarðulega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus. Dvaldist hann nú með þeim í Jerúsalem, gekk þar út og inn og talaði einarðulega í nafni drottins. Hann talaði og háði kappræður við grískumælandi gyðinga, en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar bræðurnir urðu þess vísir, fóru þeir með hann til Sesareu og senda hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galileu og Samaríu. Hún byggðust upp og gekk fram í ótta drottins og óx við styrkingu heilags anda. Svo bar við Pétur var að ferðast og vitja allra að hann kom og til hinna heilögu sem áttu heima í Lítu. Þar fann hann mann nokkurn, Eneas að nafni, í 8 ár hafði legið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann: Eneas, Jesú Kristur lækna þig, stattu upp og búu þig. Jafnskjótt stóð hann upp. Allir þeir sem áttu heima í Lítu og Sarón sá hann og þeir snéru sér til drottins. Í Joppi var lærisveinn, kona að nafni Tabitha, á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgerðasöm og örlát við snauða, en á þeim dögum tók hún sótt og andaðist. Var hún lauguð og lögð í loftstofu. Nú Líta í grennd við Joppi og höfðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir 2 menn til hans og báðan: Kom án tafar til vor. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom, fóru þeir með hann upp í loftstofuna.
og allar ekkjurnar komu til hans grátandi og sýndu honum kirtla og yfirhafni sem Dorkas hefði gjört meðan hún var hjá þeim. En Pétur lét alla fara út, féll á kné og baðst fyrir. Síðan sneri hann sér að líkinu og sagði: Tabitha, rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp, og hann rétti henni höndina og reisti hann á fætur, kallaði síðan á hina heilugu og ekkjurnar og leiddi hana fram lifandi. Þetta varð hljóðbært alla Joppi og margir tóku trú á Drottin. Og var Pétur kyrt í Joppi allmarga daga hjá Símoni nokkrum sútara. Postulasagan 10. kafli. Maður nokkur var í Sesaru, Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einn nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sín sagði við hann: Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttasleginn og sagði: Hvað það, herra? Engillinn svaraði: Bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkurn kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóinn. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á 2 heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Daginn eftir þeir voru á leiðinni og nálguðust bæinn, gekk Pétur upp á hústækið hádegi til að biðjast fyrir. Kenndi hann þá hungurs og vildi matast, en meðan verið var að matreiða varð hann frá sér numinn, sá himinin opinn og hlut nokkurt koma niður, lík hann stórum dúki. Var hann látinn síga til jarðar á 4 skautum. Þar voru á allskyns ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo fuglar himins, og honum barst rödd: Slátra nú, Pétur, og et. Pétur sagði: Nei, Drottin, engan veginn, aldrei hef ég etið neitt vanheilagt né óhreint. Aftur barst honum rödd: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist 3 sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sýn ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu: Símon sá nefnist Pétur gestur hér? Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn sagði við hann: Menn eru að leita þín, flýt þér nú ofan og far hiklaust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði: Ég sá sem ég leitið að, hvers vegna þér komnir hér? Þeir sögðu: Kornelíus hundraðshöfðingi réttlátur maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðingaþjóð fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín og heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét þá gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesareu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virkta vinum. Þegar Pétur kom, fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði: Statt upp, ég maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga menn saman komna. Hann sagði við þá: Þér vitið að gyðingi bannað að eiga samneyti við annara þjóða mann eða koma til hans, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilegan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust eftir mér var sent. Og nú spyr ég, hvers vegna þér senduð eftir mér? Kornelíus mælti: Í þessa mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti: Kornelíus, bæn þín heyrð og Guð hefur minnst ölmusu gjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppi eftir Símoni kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóinn. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörði þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsýn Guðs til þess að heyra allt það sem Drottin hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði: Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóða sem hann Orðið sem hann sendi börnum Ísraels, þá hann flutti fagnaðarboðinu frið fyrir Jesú Krist, sem Drottinn allra, þekkið þér. Þér vitið hvað gjörst hefur alla Júdeu en hófst í Galíleu eftir skírnina sem Jóhannes predikaði.
Það er sagan Jesús frá Nasaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hann gekk gjörði gott og græddi alla sem af djöflinum voru undirokaðir, því Guð var með honum. Vér erum vottar alls þessir hann gjörði, bæði í landi Gyðinga og í Jerúsalem, og hann hengdu þeir upp á tré og tóku af lífi. En Guð uppvakti hann á 3. degi og lét hann birtast, ekki öllum líðinum heldur þeim vottum sem Guð hafði áður kjörið, oss sem átum og drukkum með honum eftir hann var risinn upp frá dauðum. Og hann bauð oss að predika fyrir líðnum og vitna að hann er sá dómari lifenda og dauðra sem Guð hefur fyrirhugað. Honum bera allir spámennirnir vitni að sér hver sem á hann trúir, fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Hinir trúuðu gyðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu lostnir að heilagum anda gjöf Guðs skyldi einnig útelt yfir heiðingjana, því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur: hver getur varnað þess að þeir verði skírðir í vatni? Þeir hafa fengið heilagan anda sem vér. Og hann bauð að þeir skyldu skírðir verða í nafni Jesú Krists. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga. Postulasagan 11. kafli. En postularnir og bræðurnir í Júdeu heyrðu að heiðingjarnir hefði einnig tekið á orði Guðs. Og þegar Pétur kom upp til Jerúsalem, deildu umskurðarmennirnir á hann og sögðu: þú hefur farið inn til óumskorinna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti: ég var að biðjast fyrir í borginni Joppi og sá frá mér numin sýn, hlut nokkurt koma niður eins og stór dúkur væri látin síga á 4 skautum frá himni, og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að og sá þá ferfætt dýr jarðar, villidýr, skriðdýr og fugla himins, og ég heyrði rödd segja við mig: slátra nú Pétur og et. En ég sagði: nei, drottin, engan veginn, því að aldrei hefur neitt vanheilagt né óhreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni: eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist 3 sinnum og aftur var allt dregið upp til himins. Samstundis stóðu 3 menn við húsi sem ég var í, sendir til mín frá Sesareu, og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust. Þessi 6 bræður urðu mér einnig samferða og vér gengum inn í hús mannsins. Og hann sagði oss hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu sagði: sendu til Joppi og lát sækja Símon kallast Pétur. Hann mun orð til þín mæla og fyrir þau muntu hólpin verða og allt heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala, kom heilagur andi yfir þá eins og yfir oss í upphafi. Ég minntist á orða drottins sem hann sagði: Jóhannes skírði með vatni, en þér skulið skírði verða með heilagum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og oss, vér tókum trú á drottin Jesú Krist, hvernig var ég þá þess komin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta stiltust þeir og þeir vegsömuðu Guð og sögðu: Guð hefur þó einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíókíu. En gyðingunum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene og þeir komu til Antíókíu tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindið drottin Jesú. Og hönd drottins var með þeim, og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins. Og fregninum þá barst til eyrnasafnaðarins í Jerúsalem, og þeir sendu Barnabas til Antíókíu. Þegar hann kom og sá verk Guðs náðar, gladdist hann og hann ámyndi alla að halda sér fast við drottin af öllu hjarta. Því hann var góður maður, fullur af heilögum anda og trú, og mikill fjöldi manna gafst drottni. Þá fór hann til Tarsus að leita Sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antíókíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfniðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antíókíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem til Antíókíu. Einn þeirra var Agabus að nafni, steig fram og af gift andans sagði hann fyrir að mikil hungursneyð myndi koma yfir alla heimsbyggðina. Kom það fram á dögum Kládíusar, en lærisveinarnir samþykktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum semda nokkuð til hjálpar bræðrunum sem bjuggu í Júdeu. Þetta gjörðu þeir og sendu það til öldungana með þeim Barnabasi og Sál.